Fyrirtækið heitir Nox Medical. Við völdum þetta nafn og það kemur úr grísku goðafræðinni. Okkur fannst það vera við hæfi, það er gyðja næturinnar. Við erum að framleiða svefngreiningartæki, þannig að það svona passaði vel inn í. Hugmyndin vaknaði þegar Flaga, sem var mjög stórt svefngreiningar þróunarfyrirtæki, það flutti úr landi 2006. Okkur alltaf langaði til að gera svefngreiningartæki fyrir börn og sáum að það var tækifæri til þess þá. Þannig að við snerum okkur beint að því. Það hafði ekki verið til lausn fyrir börn og okkur fannst að við hefðum tækifæri til að gera betur heldur en það sem var í boði. Markhópur okkar eru læknar. Þeir eru þeir sem að meðhöndla og greina kæfisvefn. Reyndar þá erum við ekki í beinni dreifingu. Við dreifum vörunni í gegnum fyrirtæki sem heitir CareFusion. Það er svona stórt bandarískt fyrirtæki sem er með dreifingu út allan heim. Stuðningsumhverfið við frumkvöðla á Íslandi er held ég mjög margt, mjög gott. Við fengum nýsköpunarlög bara fyrir stuttu síðan. Það var rosalega stórt skref fram á við. Við erum núna að fá reynslu á þau lög og sjáum við að það er hægt að bæta ýmislegt, eins og til dæmis skattaumhverfið. Skattaumhverfið held ég að vera hægt að nýta sem hvata á nýsköpun og startup fyrirtæki. En stuðningur líka meira heldur en bara peningar. Stuðningur er húsnæði, aðstaða, ráðgjöf og ýmislegt svona sem kemur að fyrstu kynnum frumkvöðurs við umhverfið. Við erum að prófa allt í fyrst skipti, við þurfum að fá ráðgjöf. Það hefur haft mjög mikla þýðingu að vera inn á Nýsköpunarsetrinu og Nýsköpunarmiðstöð. Sérstaklega þegar við vorum að byrja þá náttúrulega við fengum mjög snemma inni og ég held að það hafi verið lykillinn í því hvað okkur hefur gengið vel er að við fengum mjög góða ráðgjöf hvaða styrki við ættum að sækja og við þurftum ekki að hugsa svona daglega hluti, við gátum einbætt okkur á þróun. Þessi ráðgjöf sem við fengum leiddi aðeins til þess að við fengum öndvegistyrk frá Rannís eða Tækniþróunarsjóði og það hjálpaði okkur feikið mikið áfram í þróun á þessu fyrsta tæki okkar. Halda áfram að hlaupa held ég sé framtíðarsýnin fyrir fyrirtækið. Við erum í keppni eða í kappi við fullt af öðrum fyrirtækjum sem vilja vera með betri lausn heldur en við og okkar markmið hlýtur að vera með bestu vöruna á sem stystum tíma. Þannig að halda áfram að hlaupa, ég held að það sé alveg örugglega framtíðarsýnin.